Kona með þroskahömlun sem margsinnis hefur verið beitt kynferðisofbeldi hefur á 30 ára tímabili ítrekað reynt að kæra og tilkynna brotin. Ekkert þeirra hefur farið fyrir dóm. Deildarstjóri málefna fatlaðra í heimabæ hennar gagnrýnir sinnuleysi lögreglu í máli konunnar. Kristín Jóna Þórarinsdóttir er önnur tveggja kvenna sem í gær stigu fram í kastljósi og lýstu vonbrigðum sínum með að kynferðisbrot sem þær töldu sig hafa orðið fyrir af hendi manns á sumardvalarheimilinu Nýjabæ hefði verið fellt niður. Þetta er þó langt í frá í fyrsta skipti sem Kristín Jóna hefur ekki haft erindi sem erfiði þegar hún eða tilsjónarmenn hennar hafa reynt að tilkynna eða kæra kynferðisbrot sem hún hefur orðið fyrir. Í kastljósi í kvöld verður þessi saga Kristínar rakin. Saga sem spannar næstum 3 áratugi af ítrekuðum tilraunum til að stöðva nauðganir, kynferðislega áreitni og ofbeldi gegn Kristínu sem allt fram á þetta ár hefur reynst árangurslaust. Ég hef farið með Stínu á lögreglustöðina og þá hefur okkur verið sagt að við ættum ekki að leggja fram kæru, heldur muni lögreglan tala við manninn sem hefur verið áreitana. Þannig að málin hafa ekki alltaf farið í formlegt ferli þegar hún hefur viljað segja frá. Og var það maður sem hafði verið áreitana kynferðislega? Já. Og er þetta ný skeið? Bara sumar að það hefur verið í gangi bara í lengri tíma og við hefum reynt að stoppa þessa menn og við hefum reynt að kæra en þeir verðist alltaf komast upp með þetta. Þeir verðist ekki verið að stoppa þér. Ítarlega verður fjallað um þetta mál í Kastljósi í kvöld.